Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum áfram að ræða forsetakosningarnar. Við höfum tekið smá sirpu hérna við rauðaborðið ásamt öðru að fá frambjóðendur hingað og ræða mál sem að þau leggja höfuðáherslu á í sinni kosningabaráttu. Hugmyndin á bak við það að forsetakosningarnar eru ekki bara atvinnuviðtal, heldur þetta líka umræða samfélagið okkar og heiminn og það eru frambjóðendur eru að leggja ýmislegt inn í þá umræðu. Og Ásþór Magnússon, þú hefur verið að leggja til friðarmál, nú eins og áður. Já, nákvæmlega. Undanfarin hvað? Já, síðan 28 ár? Fyrir 28 árum þá kom þessi bók hérna út, ekki beststaði. Og svo komið ný bók, en grunn hugmyndafræðin svo sama og fyrir 28 árum, hérna bara meira frambóðin og svo hvað gengið á með það. En það horfir ekki friðvænlegra í heiminum þá heldur en nú. Nei, nú heldur þá? Nei, þetta hefur náttúrulega farið á ennveri veg og núna telja menn að mannkynið hefur aldrei verið í meiri útrýmingarhættu. Aldrei meira hætt á kjarnorkustyrjöld? Mjög mikil hætt á kjarnorkustyrjöld og það kom nú út nýlega bók í Bandaríkjunum, Anni Jakobsen held ég hún heiti, þar sem hún einmitt að lýsa eftir að hafa átt viðtöl við fyrirhandi varnarmálar á þeirra Bandaríkjana, bandarísku leyniþjónustuna og menn í hernum, meðal annars kafbátafóringjar sem eru með þessi kjarnorkuvopn og hún bara í sjokki eftir þessi viðtöl og gefið út bók til að við geta athygli á þessu að við erum bara augnablik frá því raunverulega útrýma mannkyninu. Það þarf ekki annað en bara eitthvað smá misskilning, þá þetta komið í gang og þetta náttúrulega það sem við byrjuðum fyrir 28 árum. Þegar ég kom fyrst inn á þetta, þá var það mjög sterk krafa frá okkar samtökum að menn myndu banna kjarnorkuvopn og þau eru sett undir alþjóðlega stjórn eins og til dæmis undir Sameinuðu þjóðirnar, þannig að það væri engin einn þjóðarleiðtogi með puttan á þessum vopnum. En ég held að kjarnorkuveldin séu ekki tilbúin að gefa frá sér vopni sín. Já, þetta hefur verið vandamáli. Þessi hugmyndafræði að setja þetta undir svona alþjóðastjórn, þetta kom fyrst fram hjá Palme Commission sem þarna fyrrandi forsætisráðherra Svíþjóðar fór fyrir og það hafa komið út viðvaranir frá vísindamönnum. Man minnist þess að einn slík viðvaran var 1600 vísindamenn sem skrifuðu undir þetta og verið að vekja athygli á þessu. En þetta ástand sem núna skapast í Úkraínu náttúrulega að auka þessa hættu mjög mikið og menn eru bara hreinlega farnir að hóta því að nota kjarnorkuvopn og í rauninni staðan svo að hernabandalagi NATO sem að við erum stofnaðilega að, sem átti að vera varnarbandalag ef á okkur yrði ráðist. Þetta náttúrulega búið að snúast upp í andhverfu sína því að menn eru farnir að nota þetta eins og einhvers konar alþjóðlegt stríðstæki og í rauninni bara til þess að selja hergögn og vopn svo frá bandarískum hergagnaframleiðendum. Það náttúrulega það sem meira og minna á baku þetta. Útþenslan og NATO hófst á Clinton-tímanum, þegar Clinton-stjórnin var, þá byrjaði þessi útþensla til austurs sem að forystumönnum Sovjetríkjanna hafi verið lofað yrði ekki gert ef að þeir myndu draga niður sitt hernaðarbandalag og opna múrana milli austurs og vesturs sem þeir gerðu og síðan þetta komið í þann farveg að stjórnendum Rússlands þykir þetta orðin ógn við sín tilverurétt, þeim finnst vera talað það að skipta þar stjórnvöld með alls konar klækjabrögðum. Nú við sáum hvað gerðist í Úkraínu, þar var uppreisn árið 2014 og hún gerðist ekkert í einhverju tómarúmi, þetta var vel undirbúin uppreisn. Það talið að Bandaríkin hafi styrkt fjölmiðlun og annað í Úkraínu 5 milliardar $, í aðdraganda þessa. Þannig að þarna eru að sjá hina raunverulegu ástæður á bak við þetta stríð og af hverju þetta geti þróast út í kjarnorkustyrjöld. Og nú bara verða Íslendingar að grípa í taumana. Það fullkomið ábyrgðarleysi ef að íslenska þjóðin ætlar að kjósa einhvern sem forseta núna sem að ætla bara að fara að rækta kartöflur eitthvað á Bessastöðum eða fókusera bara okkur innanríkismál því að það verður ekkert slíkt hér í framtíðinni nema þessi tekið á þessu
og þessari hættu afstýrt. En utanríkisstefna stjórnvalda hefur undanfarið verið að styðja, eru svona með þeim herskári röddum innan NATO. Já, það alveg rétt og utanríkisráðherrann var nýverið í Georgíu að mótmæla í svipar aðstæður og þú varst að lýsa 2014 í Úkraínu. Já, og þetta náttúrulega eiga Íslandingar ekki að sætta sig við. Í raunulega svo ríkisstjórn sem við höfum í dag og þeir ráðamenn sem fara í dag og raunulega meirihlutin af Alþingi komin á skjön við þjóðaröryggisstefnu landsins því að hún talar fyrir friði og íslensk þjóð hefur litið á sig sem friðsama þjóð en þessir aðilar eru farnir að gera eitthvað allt aðra hluti heldur en bæði eins og talaður þjóðaröryggisstefnu og með þess að í NATO-samningu það er búið að brjóta þessa samninga. Ég fór með bréf til forseta Íslands, ég taldi að forsetinn hefði átt að eigi núna að grípa inn í þetta og ég bara skora á þann sem að og hvernig á hann að gera það? Já, hann á að kalla menn á fund til sín því að til dæmis þessi vopnakaup sem voru gerð núna síðast hefði náttúrulega átt að fara fyrir ríkisráðsfund og bera upp við forsetan og forsetin á náttúrulega að minna menn á það að hér þingræði og hér þjóð sem að hefur síðast orðið, þetta lýðræði og menn verða að virða það og það alveg ljóst á ferðum mínum með landið í þessu forsetaframbóði, það yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar algjörlega á móti þessum þáttöku Íslands í hernaði. Við sáum nú hvert þetta leiddi okkur þegar að ráðherrar studdu Íraksstríðið, það leiddi til þess að milljónir manns var drepið meðal annars með stuðningi okkar Íslendinga og var okkur algjörlega til skammar því að það kom í ljós þetta stríði algjörlega kolólulegt og það sem að gerast í Úkraínu raunverulega nokkuð svipað. Menn eru komnir langt út fyrir sínar heimildir og forsetinn á náttúrulega að standa vörð á Bessastöðum það að lýðræðið sé virt og menn fari að lögunum. Ef þeir vilja að Ísland sé í svona hernaði nú þá þarf að breyta lögunum þjóðaröryggisstefnunni, það þarf að breyta NATO-sáttmálunum og svo þurfa þá menn að ákveða það að þeir ætli ekki að virða sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hvað meinar með NATO-sáttmálan? Það ekki innan hans að Íslendingar kaupi vopn? Ekki til að fælja stríð utan NATO eða herja stríð þegar ekki hefur verið ráðist á Ísland eða NATO þjóð. Þetta stríð ekkit innan einu NATO-svæði. En NATO hefur oft áður, NATO stóð að loftárásum á Líbíu með stuðningi íslenska stjórnvalda, stóð í hernaði í Afganistan, þar sem Íslendingar sendu liðsafla. Já. Það engar heimildi fyrir þessu í NATO-samningum. Þannig eru menn algjörlega að fara á skjönvunarsamning og þess vegna komið tími til að grípa í taumana. Og ef að menn láta þetta óátalið, þá heldur þetta bara áfram eins og þú ert að lýsa sjálfur. Búið að halda áfram árum saman. En ég skora bara á fólk að kynna sér NATO-samningin. Það engar heimildi fyrir neinu svona í honum. Við gengumst ekki undir svona ákvæði þegar við gengum inn í NATO. Þannig að þú ert að leggja til að Ísland fari úr NATO? Nei, ég var ekkert að segja það. Ég að leggja til að Ísland, ég hef margsagt það, ég tel að Ísland eigi að nota sína röddina NATO sem eina herðlausa þjóðin, sem landfríðarins, til þess að beina NATO-þjóðunum inn á brautir friðar, finna friðarlausnir frekar en hernaðarlausnir. Og Ísland hefur neitunarvald eftir því sem veit best í NATO. Þannig að Ísland getur stöðvað svona stríðsaðgerðir í fjarlægum löndum eða vill með því að beita neitunarvaldi. Og þá lamast NATO. Og það ég Íslandingar eigi bara hreinlega að gera. Já. Að því að... Ég árétta að NATO á ekki að vera í öðru en að verja okkur ef það á okkur ráðist eða á aðra NATO þjóð. Þú kaupir ekki þá skilgreiningar sem að Íslensk stjórnvöld hafa verið með og stjórnvöld svo sem alla Evrópu að innrás Rússa í Úkraínu séu bein ógn við öryggi allra ríki í Evrópu. Nei, ég kaupi það alls ekki. Ég tel að þessi útþenslu stefna NATO og hvernig NATO hefur hagað sér síðustu ár að það ógn við heimsfriðin og ég hef margsagt þetta.
Þannig það NATO sem ógnin við heimsfriðin, frekar heldur en Pútín. Þetta náttúrulega báðir aðilar í dag, en þetta kveikjan að þessu útþensla NATO, þetta byrjar á Clinton-tíma, það búið að líða mörg ár, það búið að fá hvert ríki á fætur öðru inn í NATO, þráttur að hafa verið lofað, það yrði ekki þessi útlensalt laustus, menn ásældust Sevastopol flotastöðuna sem var aðal flotastöð Sovjethersins, þangað ætluðu menn að senda bandarísk herskip og svoleiðis og það náttúrulega alveg ljóst að Rússar munu aldrei nokkuð tíma samþykkja það. Þannig að menn gátt alveg vita það fyrirfram, það þurfti ekki að fara í allt þetta leikrit sem búið að vera í gangi til að vita það. Það hefði verið að leysa úr þessu friðslega fyrir löngu síðan og ég tel að það sé ennþá hægt. Ég tel að ef að ég yrði kjörinn forseti, þá væri það mitt fyrsta verk. Það verður að gangi það að reyna að leysa úr þessu máli. Ég tel það sé hægt. Það laust til að mínu mati fyrir Úkraínu og þeirra sem hafa hjálpað mér að mynda þá hugmyndafræði hjá Friði 2000, alls konar prófessorar í friðarmálum komu að þessu og það svona lausn svona sem að svipa til Sviss. Það sem sagt sambandslýðveldi og þeir leystu í Svisslendingar þar úr styrjöld, ég held að það verið 1648 með samningum sambandslýðveldi og þeir urðu eitt blómlegasta ríki Evrópu í kjölfarið og ég tel að Úkraína geti orðið eitt blómlegasta ríki í Evrópu ef að þeir hætta þessu stríðsrugli og setjast niður að samningaborði og leysa það og gefa bara fólkinu á þessum héruðum sem að deilast sjálfstjórn. Við skulum horfa á það við fólkið á að vera með völdin, ekki ykkur í pólitíkusar. Það fólkið í landinu sem á að hafa völdin. Og það þú metur svo að fólkið í Odessa eða í Donbass að sé með allt öðruvísi afstöðu til þess stöðu Úkraínu í heiminum heldur en til dæmis fólkið í Kyiv eða Lviv. Það náttúrulega mjög mismunandi þjóðfélagshópar þarna í landinu, þetta mjög blandaðir hópar í þessu landi og það ef við tökum bara eins og Krímskagan, þá var meiri hluti þar rússnesmælandi fólk þegar að þeir gengu til liðs við Rússland, en ég held að þeir á Krím myndu miklu freka vilja vera sjálfstjórnaríki, bara sjálfstæð, þó væru undir Kyiv, forseta Kyiv, en það væri sambandsliðin hefðu sjálfstjórn. Ég held að þarna, og þetta leið sem að menn eiga að skoða, því að ég til algjörlega óraunhæft og stjartfræðilega vitlaust að halda það að menn vinni Rússa, vegna þess að áður en að Rússar eru búin að tappa sér styrjöld, eru búin að grípa í kjarnorkuvopnin og þá bara ballið búið. Og það hafa margir sagt að væri raunverulega hætt í dag og við erum kannski nær kjarnorkustyrjöld nokkuð tíman áður og ekki minnkar hættan þegar að leiðtogar NATO eru byrjað að tala að nota NATO-vopnin til þess að gera árásir á Rússland. Já, það náttúrulega algjörlega... Á sama tíma Rússar eru í æfingum með kjarnorkuvopn sín. Já, menn eru bara að espa hvora aðra upp og það komið tími til þess að menn fara að tala í friðarlausnum, ekki hernaðarlausnum. Því að vopnin sem að mannkynið á í dag eru orðin svo óhugnaleg að við myndum bara útrýma okkur ef við ætlum að láta þau útkljá svona deilumál. Þarna erum við að tala deilu sem að raunlega snýst ekki Úkraínu ef við ætlum að horfa kalt á þetta. Þetta er geopolítisk átök milli vestus og austus. Þarna ertu með Kína, Rússland, Indland og svo Bandaríkin og NATO-þjóðurnar raunverulega að takast á heimsyfirráðin og við leysum það ekkert með neinum vopnum eða kjarnorkuvopnum, bara alls ekki og við þurfum að finna leiðir friðar. Þú vísar áðan í Íraksstríðið þar sem að þáttaka Íslendinga var óvinsæl. Það var ég man ekki hvernig niðurstöðuna voru. 93% íslensku þjóðarinnar var á móti samkvæmt skoðanakönnun sem ég sá. Ósátt við ákvörðun Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar að setja okkur á lista yfir hvað var að viljugar þjóðir. Já. Kannanir hafa hins vegar sýnt þveröfugt varðandi Úkraínu að það hefur mikill afgerandi meirihluti sem að studdi Úkraínu í stríðinu. Alþingi hefur samþykkt svona
stuðning bæði við Úkraínu í stríðinu og loforðum uppbyggingu eftir stríðið og stjórnvöld hafa tekið þátt í því að móta á vegum Evrópuráðsins einhver tjónaskrá og annað slíkt. Þannig það er svolítið munur að ná að mikil meirihluti Íslendinga eiginlega hafa verið á sveif með NATO og Pentagon. Þú ert ekki að spyrja sömu spurningarinnar hér vegna þess að það sem að íslensk þjóð var á móti í Íraksstríðinu var að styðja hernað gegn og það er alveg það sama tel ég núna að íslensk þjóð er á móti því að við styðjum hernað en auðvitað styðjum við úkraínsku þjóðina. Þetta hjálpa við þeim eins og við getum. Það var að sjálfsökurinn eftir þjóðurina því að þú varst til þess að leggja áðan til að þau tækju upp kerfið sem var í Sviss. Svisslendingar sjálfur byggu það til en ég er ekki heldur ekki meirihluti Íslendingar sem að styðu það á Úkraínum en hafi bara sjálfsvald það hvernig þau hafa stjórn á sínu ríki. Það er það sem ég er að tala um. Ég er að tala um að þetta er lausn sem að þarf að byrja að ræða og reyna að sannfæra fólk að geti verið lausn að leysa úr vandamálinu. Þú getur ekki verið með Úkraínu áfram undir einhvers konar vopnavaldi. Fólki það náttúrulega að vera sátt við það sem þá lausn sem er gerð. Því að fólki þarf að hafa frið í hjarta og það þarf að vera, samfélagi þarf að vera friðsamlegt. Og ég er að benda á eins og Svisslendingar gerðu þetta og það þarf náttúrulega að byrja bara að kynna slíkar leiðir. Ég get náttúrulega ekki hérna í stuttu viðtali fara og í alla anga hvernig svoleiðis lausn liti út en svona í grunninn þá tel ég að það er lausn sem að menn ætti að skoða í Úkraínu en auðvitað er það úkraínska þjóðin sem þarf að ganga til slíkra samninga. Hún er náttúrulega engum friði í Úkraínu nema úkraínska þjóðin gangi til friðarsamninga og eins hinn þjóðin, Rússar, þeir gangi saman til friðarsamninga og leysi úr þessu. En menn hljóta allir að geta verið sammála það að það er engin framtíð í þessum hernaði. Það er útilokað að mínu mati að Úkraínumenn geti unnið og ef að NATO ætlar að fara í þessa styrjöld við Rússa þá tel ég bara að NATO muni tapa þessu. Það verði þá Rússar, Kínverjar og líklegast Indverjar og fleiri þjóðir á móti NATO og ég tel bara að við erum undir í því. Ég hef reyndar spáð því fyrir mörgum árum að slíkt ástand myndi skapast í framtíðinni. Ég held ég að við talaðum þetta bara fyrir 28 árum að tala ég að slík heimsmynd myndu við sjá í framtíðinni og nú erum við að komin á þann punkt og nú þurfum við bara að grípa í taumana til að afstýra því að þetta gerist. Þannig að Úkraínustríði geti stigmagnast í bein átök milli NATO og Rússlands og þá myndi það draga inn Kína, Indland og fleiri lönd. Já. Þannig að vesturveldin væru bara í stríði við heiminn. Já, ég tel að það er það sem getur gerst. Og það getur gerst bara mjög hratt? Getur gerst mjög hratt, já. Það er hættan. Þess vegna má engan tíma missa. Forseti Íslands, að mínum mati, á að verða leiðtogi friðar í heiminum, hann á að verða talsmaðurinn, hann er þverpólitískt embætti, getur talað fyrir hönd allra, fyrir friði og komið með friðarlausnir. Hann getur leita samstarf með fræðimönnum, alþjóðasamtökum, atvinnulífinu og stjórnmálunum það að byrja að tala fyrir svona lausnum. Og það er tel ég að, ég talaði að Íslendingar hafi fengið friðin í vöggugjöf. Við leystum úr deilu árið 1000 á Þingvöllum og þar var sýndum henn mjög mikið umburðarlendi þegar kristnitakan var á Þingvöllum og menn ákváðu það að þeir skyldu taka kristni en hafa umburðarlendi fyrir öðrum trúmálum og þetta var upphafið að friðartíma og þetta er raunlega okkar grunngildi sem friðsöm þjóð og þetta er bara, hef ég sagt, er jafn mikilvægt á jólaguðspjallið og þetta er okkar jólaguðspjall að boða heiminum hérðan frá Íslandi. Og hér á Íslandi tel ég að við getum byggt upp mikið stóran atvinnuveg, raunverulega nýjar Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar eins og í dag virka ekki nógu vel. Það þarf að endurbyggja þær, það þarf að endurbyggja þarna ýmsar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna, endurbyggja sáttmálana
og það tel ég að við eigum að reyna að stuðla að verði gert á Íslandi. En ertu ekki að lýsa þá Íslandi sem svona raunverulega hlutlausu ríki, þannig að sem að getur verið að tala á milli Vesturveldana og Kína og Indlands og Rússlands? Ertu þá ekki raunverulega að tala um að við eigum að fara út úr NATO? Ég tel að við getum þróast í þá átt, en ég myndi ekki vilja ganga út úr NATO-herbygginu strax. Af því það er þetta af árið þar inni. Vegna þess að ég myndi vilja nota neitunarvaldið til þess að stöðva það að NATO sé að blanda sér í átök. Þá verður þið líklega bara hent út, sko. Já, þá það bara að vera þannig, en menn eru að brjóta NATO-samningin og ég vil ekki áherslu á það. Þeir eru ekki að virða samningin sem við gengum í. Við gengum ekki í NATO á þessum forsendum að við ætlum að fara í einhverja styrjaldir út allan heim sem að kæmi ekki vörnum landsins við. Það eru líka átök fyrir botni Miðjarðarhafsins. Er það liður af sömu átökum? Þar höfum við hjá Friði 2000 verið að vinna með verkefni sem við kallum Alþingi í Jerúsalem og það er svona hugmyndafræði að setja upp svona þing sem í Jerúsalem því að þar koma öll þessi þjóðabrótunlega saman. Þar ertu með trúmálin líka, þú ert með kristnina, gyðingadómin og múslimatrúna, alla þarna kemur saman í Jerúsalem og það tel ég reyndar yrði lengra verkefni til að leysa því að það snerti svo inn á trúmálin sem að eru erfið þar og Þú hefur ekki mikið tíma að vera að fremja þjóðamorð á Gaza? Já, þá þarf náttúrulega að stöðva það. Ég er að tala um langtíma friðarsamninga. Ég er að tala um að auðvitað þarf að stöðva það án tafar og þeir sem að standa fyrir slíkum þjóðamorðum eiga náttúrulega bara heim í fangelsi. Það hefur ekkert með neitt gyðingahattur að gera að segja svona. Raunverulega eru þetta þeir sem eru verstir í því að dreifa út gyðingahattur sem að starfa svona að fara að stunda fjöldamorð á saklausu fólki og það er ekki þetta flokka alla á Gaza sem einhverja hryðjuverkamenn, lítil börn og aðra. Þetta er náttúrulega bara fáránlegur málflutningur. Þessi gyðingahattur að setja sama sem merki á milli aðgerða Ísraelsmanna á Gaza sem þjóðamorð og gyðingdóms. Það eru mjög margir gyðingar sem mótmæla þessum málflutningi og telja það bara algjörlega ekki við hæfi. Í raunverulega, ef við horfum bara á þetta kalt, þá er að gera spegilmynd af því sem gerist í seinni heimsstyrjöldinni. Í raunverulega þessir einstaklingar sem að eru að herja með þessum hætti á Gaza eða palestínsku þjóðina, þeir eru bara orðnir eins og þeir sem að herjuð á gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni og þetta er náttúrulega bara verður að stöðva strax. Já, herðu, en þetta er svolítið á skjön við umræðu dagsins að það hefur nú verið sagt hérna við rauðaborðið að það sé lengi diplomat lengur, það sé allir orðnir hersöðingjar, að það er mikil trú á því að það sé hægt að leysa alla deilur með vopnavaldi. Já, það er bara mikil miskilningur. Ég ætla að segja þér eitt í þessu sambandi. Ég hef aldrei á ævinni lent í slagsmálum. Bara aldrei nokkuð tíman. Aldrei sem barn og bara aldrei. Og það er vegna þess að ég slæ aldrei tilbaka. Ég nota rökræðu til að koma... En hefur þú verið slegin? Já, ég hef verið slegin. Ég hef verið slegin niður. Þannig að þú hefur lent í ofbeldi en ekki slagsmálu vegna þess að þú stóðst ekki tilbaka? Af því ég hef aldrei slegið tilbaka. Og þetta er svona kannski það friðaráttag sem ég er að tala um að bjóða innvangan. Já, í rauninni. Þetta var okkur kent í kristinni og þetta hefur allavega reynst mér vel í mínu lífi. Ég hef aldrei nefnt á sjúkrahúsi eftir slagsmál eða slíkt. Ég hef verið slegið niður og ég hef aldrei slegið tilbaka og alla svona deilur sem hafa komið... En eftir ekki það til fyrir Úkraínumenn að þeir eigi bara að bjóða innvangan þegar... Já, þeir eiga að setjast að samningaborðið með friðarsamninga. Það er leiðin þar að byrja að ræða friðarlausnir. Þessar hernaðarlausnir virka ekki og mun ekki virka. En einhver myndi þá segja að sá sem að fer með ofbeldið að hann vinnur alltaf ef hann er ekki veitt mótspyrna og það er bara rök NATO og íslenska stjórnvalda. Við verðum að sigra Rússa á vígvellinu því annars munum við bara taka Moldóvu næst og síðan munum við taka Pólland og Eystrasaltslöndin og Finnland og ég veit ekki hvað kenningin er langt. Ég tel þetta algjöra fjarstæðu. Og það sem að við höfum náttúrulega gert undanfarin ár að við höfum verið að loka Rússa út úr Evrópu, við höfum verið að loka stærstu þjóð Evrópu frá Evrópu.
hvað varðar menningu, listir, viðskipti og svo framvegis. Og þetta náttúrulega ekki leið til friðar. Þetta þýðir það bara, það verður meira og meiri reiði í þessu stóra evrópska landi gegn hinum löndunum sem að lokað á svona úti og þetta geta komið nýju leiðtogar sem það ennþá hættulegri en sá sem að þar í dag. Þannig að ég til bara, við höfum enga tíma til að missa, við þurfum að leysa þetta og við þurfum að opna á öll viðskipti og annað við Rússland eða bara vera eðlilegur hluti af samfélaginu. Þeir voru komnir mjög langt í því að byrja viðskipti við Evrópu og þessa leiðir sem við erum að nota, þær eru ofbeldi bara á annan hátt heldur en vopnin og leiðir til ófriðar. Og Putin eftirlýstur á alþjóðlegum dómstólum fyrir glæpi? Já, sama hátt og Netanyahu. Já. Menn sem að náttúrulega misnota vald sitt í hernaði og vinna glæpaverk, þeir eiga náttúrulega bara að fara í fangelsi. Það er bara En svo til samt í að vera með samskipti við ríkið sem hann leiðir. Að sjálfsögðu, þú færð ekki frið öðruvísi nema að setjast niður með mönnum og ræða það. Gildir það sama Ísrael og Netanyahu? Já, algjörlega. Þannig að þú vilt að Íslendingar taki þátt í Eurovision? Já, ég tel að útiloka ykkur þjóðir frá Eurovision, það er ekki aðgerð friðar. Eurovision var sett upp sem friðarsöngkeppni og það stuðlar ekki að friði að útiloka fólk frá slíkri keppni. Ég mætti í háskólabíó á samstöðufund með fólkinu í Gaza og ég myndi mæta líka á Eurovision og ég myndi taka hendina á öllum. Þú getur ekki verið á báðum stöðum á sama tíma eins og margir forsetaframbjótur hafa reynt að svara þessu. Það er rétt, en það var nú ekki sama kvöldið, úrslitakvöldið og það var forkeppni. Nei, það var það sem þegar íslenska lagið var sungið. En ég er bara að segja það í prinsipinu að þá tel ég að svona menning og listir, þetta leiðir fólk saman til friðar og við höfum ekki að byrja að útiloka fólk frá menningum eða listum eða viðskiptum vegna þess að það er bara ekki leiðin til þess að eiga friðsæl samfélag. Það mun aldrei ganga upp til lengdar. Þú getur ekkert útiloka stærstu þjóð Evrópu frá Evrópu til lengdar. Það mun bara aldrei ganga upp. Þeir munu á endanum rísa upp á afturlöpundar og ráðast á okkur ef við ætlum að halda svona til streitu. Og þess vegna er ég að segja að það þarf að grípa í taumana áður en það er of seint og leysa úr þessari deilu við Rússa til að afstýra það til dæmis að verði ráðist á Ísland. Því að Ísland var mikil vinaþjóð Rússa áratugum saman. Við vorum með bíla og olíu og annað frá Rússlandi. Ég vannist þess að ég var ungu strákur að þá átti pabbi minn bíla til þess frá Rússlandi og allt í einu eru við orðin skilgreind óvinna þjóð Rússlands. Allt í einu er utanríkis ráðuneyti Rússlands farið að vera í útsendingum í sjónvarpi og tala um Ísland sem óvinna þjóð. Þetta er bara mjög hættuleg staða sem við erum komin í og þetta er mjög skammsýnir ráðamenn sem að leiða okkur inn á svona brautir og íslenska þjóðin á náttúrulega bara að standa upp og segja hingað ekki lengra, nú komið nóg, nú bara vinnum við lausnir friðar og því að það eru margar leiðir sem við getum gert til að vinna til friðar. Til lengri tíma lítur svo á að það verði ekki langvarandi friður í Evrópu nema að Rússland sé hluti af Evrópu. Já, klárlega. Rússland er stærsta þjóðin í Evrópu. Það er ekki stefna stjórnvalda, nýja NATO, nýja Pentagon. Nei, þá er það bara spurningum að fólkið í landinu hér skipti út þessum stjórnendum. Það eru kosningar núna, forsetakosningar, þau geta kosið mig til þess að byrja þetta verk og síðan eru alþingiskosningar fljótlega og þá getur þjóðin hafnað þessu fólki. En hvers hagsmunir eru það að aðgreina á milli Rússlands og Evrópu? Ég sé enga hagsmuni því ekki fyrir íslensku þjóð. En þetta er staðan sem er í gangi núna. Hvaða hagsmunir er verið að reka? Já, þarna er verið að vinna eftir einhverjum leiðbeiningu frá það sem hefur verið talað oft sem neokon frá Bandaríkjunum og ég tel það bara þetta sé bara rugl. Bara fræði sem á að henda út í hafsauga. Þetta á bara ekki að heima í nútíma samfélagi. Við erum að vinna með
samtengdan heim gegnum net og annað og þetta mun bara aldrei ganga upp. Þetta mun bara ekki ganga upp, það getur ekki gengið upp, ekkert frekar en Berlínarmúrinn gekk upp. Hann brotnaði niður á endanum. Nú er verið að reyna að reisa aðra slíka múra þó að sé gert með einhverjum öðrum hætti. Þetta er bara sama tóbakið, þetta eru múrar og það er alveg sama niður í Ísrael. Þú getur ekkert lokað fólk þar af með einhverjum múrum. Það er laust líka sem að virkar ekki. Og menn tala tveggjaríkja laust þar til dæmis núna. Ég held að menn þurfa átt að sjá því að tveggjaríkja lausni í Ísrael og Palestínu, já, hún þarf að byggjast á okkur öðru en landfræðilegri tveggjaríkja laust vegna þess að það er búið að hóla svo mikið niður landið og setja svo miklu að múrum að það mun aldrei virka til lengdar. Það eru aðrar, nei, það er ekki að flytja fólk. Nei, það er að flytja 700.000 landnema. Nei, alls ekki. Það er bara nýja hugmyndafræði fyrir þetta fólk. Þannig að það getur búið í einu ríki, þú getur haft 1 landsvæði en 2 ríki. Og það eru svona lausnir sem við þurfum að horfa á. Það kemur úr sama ranni og þú ert að vísa til í Bandaríkjunum svo hugmyndum að kynverjar séu óvinir okkar og við höfum að undirbúa okkur undir átök við kynverja. Já, það var náttúrulega mjög vinsamleg aðgerð, það ekki í Bandaríkjunum núna fyrir nokkrum dögum að setja 100% innflutningstoll á kínverska bíla. Af því að þeir standa framalega, þeir eru fremstir í rafbílum í dag og rafhlöðum fyrir rafbíla. Ég er ekki sammála því að þetta séu leiðirnar til þess að eiga samkeppni á heiðarlegum grundvelli að svona. Og allar svona aðgerðir það æsa bara upp til ófriðar. Kínverjar eru ekki óvinir okkar, alls ekki. Það er talað þannig í Bandaríkjum að kínverjar séu hinir raunverulegu óvinir Bandaríkjana. Að við lifum í svona eins og tveggja póla heimi og það sé eðlilegt að Bandaríkin einbeiti sér að komandi átökum við kynverja. Svona er bara skrifað í meginstraumsmiðlum. Þetta er bara mjög hættuleg umræða en við skulum átta okkur á því að Bandaríkin eru náttúrulega heimsveldi sem er jafnvel að komast á hnignunastig. Bandaríski dollarin er prentaður eins og ykkur klósettpappír og það stendur hún ekkert á bakviðan og menn eru farnir að byggja upp nýjan gjaldmiðil en að BRICS-löndin farin að byggja upp nýjan gjaldmiðil sem að þeir stefna á að taki við í olíuviðskiptum og slíku og þetta þýðir það að það mun grafa undan Bandaríkjunum, verðbólga þar mun aukast og Bandaríki geta hrunið og þær geta komið borgarastyrjöld. Og þetta vita náttúrulega sumir í Bandaríkjunum og eru þeir að skilgreina einhvern óvinn til þess að mæta þessu. En þetta er bara ekki leiðin, við þurfum bara allt aðra leiðir fyrir heiminn en svona hugmyndafræði. Við þurfum hugmyndafræði friðar. Þú teiknar upp ógnina sem er bara kjarnorkustríð í Evrópu og lausnin er að kjósa þig á Bessastaði sem að með leiðist að vísi í skoðanakannanir er ekki líklegt í dag með við skoðanakannanir. Hvað gerist þá ef þú ert ekki kosin? Erum við þá að sigla inn í Sko það sem að ég er að bjóðast til að gera ef að ég verð kosin, að það er að ganga strax í þetta verkefni að reyna að ná friðarsamningum. Ég veit það, ég er að spyrja hvað gerist þegar þú ert ekki kosin. Ég er ekkit að segja það velti á því hvort ég verð kosin eða ekki hvað gerist. Ég er að segja það ef að Íslendingar grípa ekki í taumana, að þá tel ég að við stefnum hraðbyr inn í það að það veri ráðist á landið. Ég sé engan frambjóðanda í þessum hópi, og ég hef nú hittu öll, sem að er líklega til þess að gera það sem ég mun gera, það er bara á næstu dögum eftir að ná kjöri, að byrja að vinna því að ná friðarsamningum. Og það tel ég að þurfi gera, en ég ætla líka að minna það á það, ég hef sagt að ég vil ekki vera nema 1 kjörtímabil. Ég myndi vilja bara íta þessum bátu vör, koma því farveg að Bessastaðir og forsetaembætti byrja að vinna sem friðarbóði og svo vera til hals og traust næsta forseta sem eftir mér kæmi til þess að hjálpa til við að koma þessu virkilega í góðan farveg. Ég er ekki að sækjast eftir starfi í rauninni, ég hef bara áhyggjur af ástandinu og vil láta gott að mér leiða og klára þetta verkefni sem ég kom með hérna að virka Bessastaði, hugmyndafræðina, fólk getur lesið bókin á núna.is og hérna en ég ætla ekki að sitja þarna í ykkur áratugi eins og sumir hafa gert. Ég mun bara koma í þetta verkefni og auðvitað sinna öðrum skildum forsetans en síðan mun ég
hverfa á braut og reyna að koma því til leiðar að þetta verði bara það sem að íslenska þjóðin og forsetaembættið verði með sem sitt verkefni í framtíðinni. Ég að spyrja því að þú dregur upp svona mynd af háska og mikil ógn og þú auglýsir, sko, í auglýsingunum eru kjarnorkusprengjur. Ég að spyrja, ef þú ekki í kjöri, hvers svona framtíð erum við að horfa á? Sko, ef að það enginn sem að gera það sem að ég að tala að gera, að ná friðarsamningum og koma með friðarlausnir, þá tel ég bara að við getum verið að horfa á það að það verið á okkur ráðist, jafnvel með kjarnorkuvopnum. Því miður það þannig að Ísland mjög heppilegt skotmark, til dæmis fyrir viðvörunarskot til NATO. Við erum mjög einangruð þjóð, landfræðilega, þannig, og við erum mjög fámenn. Þannig að það en við erum þjóð í Sameinuðu þjóðunum, við erum þjóð í NATO-þjóð, vopnlausa þjóðinni NATO, og ef það yrði á okkur ráðist, þá tel ég að það myndi verða til þess að menn myndu fara að hugsa sinn gang, eins og þessir aðilar sem hafa verið með þessa útþenselsefn NATO vilja skipta stjórnvöld í Rússland og svo framvegis, og að hersöðingjar þar í Rússlandi eru líklegir til þess að horfa á þennan stað sem líklegan stað til að senda þau skilaboð sem þeir vilja senda. Og það verið sterk viðvörun með lágmarks mannfalli, lágmarks hættu á geislun í næstu landa. Einangrað, og ég tel nánast útilokað að nokkur NATO-þjóðmenni svaraði með kjarnorkusprengjum. Ég leitt að segja, ég held að það sé algjör draumsýn að halda það að Bretar eða Bandaríkjamenn eða Frakkar fara að skjóta kjarnorkusprengjum á móti þó það þeir ráðast á Ísland, vegna þess að þá fengi þeir bara á sínar stórborgir með milljónir manns kjarnorkusprengjum. Menn myndu bara hlaupa á friðarfund. Þetta það sem ég tel. Og þessu vil ég afstýra að Ísland verði nota þannig sem skotmark til þess að senda þessi skilaboð. Ég tel að það sé ekki þörf á því, við að geta gripið í taumana með öðrum leiðum. Takk fyrir að koma hingað og ræða friðarmál. Takk fyrir. Takk fyrir. Og við ætlum að snúa okkur að næsta kafla hér í leit okkar að einhverjum skilningi á samfélaginu eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is